Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herði, við ætlum að ræða hér heimsmálin við Hilmar Þór Hilmarsson sem hingað kominn. Við sögum nú frá því síðast að við ætlum að kannski að horfa til Bandaríkjanna og Kína núna. Komandi átök, yfirstandandi átök og komandi harðnandi átök þessara ríkja, þessara heimsvelda. En þú varst í bylgjunni í morgun og Diljá Mist, formaður utanríkismálanefndar kom á eftir þér og það svona færðist aðeins á milli í samtalana, meðal annars svona umræða hvort að Íslendingar ættu að kaupa vopn og senda á vígvöllinn í Úkraínu. Og hún var spurð þetta, hvort að hennar vital hafi mest snúist Tyrkland, en það var utanríkismálanefnd að koma úr opinberri heimsókn til Tyrklands. En henni fannst þetta fráleit hugmynd og það var nú nefnt þarna í viðtalinu við hana að þetta hefðu nokkrir forsetaframbjóðendur lagt áherslu á að það væri ekki í takt við það sem Íslendingar hefðu gert hingað til, né vilja mikils meirihluta þjóðarinnar að við vopnlausa þjóðin varum að senda vopn. Við getum sendt hjálpargögn og ýmislegt annað en ekki vopn. Og það var til dæmis Baldur Þórhallsson að þessu, Halla Rund Logadóttir, en fyrst og fremst kannski Halla Tómasdóttir sem var síðan kjörin forseti, sem hafnaði þessu alfarið að Íslendingar ættu að senda vopn á vígvöllinn. Diljá Mist var ekki hrifin af þessu. Og hvað skítaskilaboð? Það haft eftir henni skítaskilaboð forsetaframbjóðenda til Úkraínu, manna. Hún sagði þetta, ég heyrði hann að segja þetta, sko. Já, það það sem maður segir og ég veist það svolítið sérstakt að formaður utanríkismálanefndar skuli tala svona vegna þess að forsetinn gekk, nýkjörinn forseti gekk egna lengst í að færa rök fyrir því að... Já, nýkjörinn forseti. Já, nýkjörinn forseti, þannig að mjög svolítið skrítið að svona skilaboð gangi á milli þingsins og Bessastaða. Ég alveg sammála ég alveg sammála Diljá Mist að stríð eru alveg hrikaleg og allt ofbeldið sem þar og ég sé þetta í Víetnam og ég sé þetta í Mósambík. Ég var að vinna þar fyrir Alþjóðabankann, þar hefði verið stríð í 30 ár og ég alveg sammála hryllingin sem fylgir þessu. Ég vil helst koma í veg fyrir stríð en ekki og semja og reyna að finna einhverja niðurstöðu en frekar að kaupa vopn. En ég ósammála þessu því ég held að vandamálið í Úkraínu í dag, það eru mörg vandamál en það ekkit síður vandamál í dag hjá Úkraínumönnum að þeir hafi ekki fólk. Það vopnaskorturinn líka vandamál en hittir ekki síður vandamál. Þannig ég held að við getum komið að því vandamáli á myndalegan hátt án þess að koma inn í vopnahlutan en þetta sem að hlúa að innum særðu eða? Já, og gera þá tilbúna til að senda það aftur á vígvöllinn. Já, ég meina þeir þurfa að halda sína hagkerfi gangandi líka. Og það ekki endilega víst á að senda þetta fólk á vígvöllinn. Ég hef alveg séð það því ég var í Bosníu og Hersegóvínu þar sem landið var þakið í jarðsprengjum og þetta voru plastsprengjur til þess að endust til lengst og mér var harðbannað þegar ég fór til Bosníu og Hersegóvínu sínum tíma að ganga nokkuð staðar nema bara malbyggi eða steypu. Ég mátti hvergi fara inn út fyrir það var algjörlega bara blátt bann við því. En allavega þarna var mjög mikill fjöldi fólk sem var búið að missa útlimi eða fætur og þá náttúrulega var hægt að gera þetta fólk vinnufært aftur, það var bara heima hjá sér og gat ekkert gert og heilbrigðiskerfið í lamastassi. Sem ekki síður mikilvægt heldur en að gera fólk klárt til þess að fara á vígvöllinn. Nei, þá getur þú þarft að hafa bæði fólk, það þarf að reka grunnþjónustu ríkisins og bara starfsemi í landinu, hagkerfið þarf að hafa eitthvað starfsemi og svo þarf þetta líka að vera með náttúrulega hermenn en með því að gera fólk starfhæft aftur þá ertu að gera mikið gagn, held ég. Vopnasendingar skipta líka máli en þá það helst fyrir þau lönd sem eru með her og eru með vopnaframleiðslu að þau komi að þeim hluti. Það þarf hver að leggja sitt að mörkum eftir því hvernig viðkomandi staðsettur í NATO og hvað styrkleika þú hefur. Þannig að ég held að bæði koma að gagn og ég er alveg sammála því sem hún mjög tilfinninga og svona, hún var að lýsa svona á tilfinningarlegan hátt hvað árásin á Úkraínu, hvað þetta verið hryllilegt og ég meina það eru öll stríð hryllileg. Ég meina stríðið í Afganistan var líka hryllilegt, stríðið í Írak var hryllilegt og stríðið í Líbíu, þetta allt hryllilegt. Þess vegna skiptir svo miklu máli að reyna að koma í veg fyrir þetta. Hún talaði reyndar ekki
út frá því, heldur út frá því að Úkraínumenn yrðu að sigra stríðið. Það væri leiðandi friðar. Já, það er náttúrulega búið að vera, það skilabúið að vera í gangi núna á 3. ár og maður sér nú ekki alveg að það sé að fara að gerast. Auðvitað væri það óskandi að Úkraínumenn gætu ná sínu landi tilbaka og stríðinu gætu lokið. En maður sér ekkert fyrir endan á sem ég veist þessi þvæla bara alltaf vera verri og verri. Er þetta svona merki það að þingið og ríkisstjórnin eru svona að senda skilaboð til forsetans að halda sig innan einhverja marka, að það séu þau sem að móta utanríkisstefnuna, því að þetta var rætt í forsetakosningum utanríkisstefnu stjórnvalda og svo þeirra eigin stefnu. Og Halla fannst mér vera bara nokkuð skýr á því að hún til dæmis talaði fyrir því að við ættum að tala fyrir friðarviðræðum í Úkraínu. Hún talaði gegn því að senda þangað vopn, alveg vitandi það að forsetinn bæri að halda sig innan stefnu stjórnvalda. En forsetinn hefur náttúrulega möguleika á að túlka hana. Það er utanríkisstefna Íslendinga það ekki að fara ekki með ófriði gegn öðrum og þannig það er alltaf eitthvað svona svigrúm til túlkana. Heldur að það gæti orðið svona einhver svona núningur á milli nýs forseta sem er kjörinn með þetta erindi. Ég held að meðan áður en nýr forseti tekur við þá borgir sig fyrir þingið að spara aðeins ekki kalla þetta skítaskilabóð. Já, að vera aðeins hóverara í málflutningi og sjá hvað forsetinn gerir. Forsetinn var ekki held ég að tala að taka völdin utanríkisráðherra, heldur var hann ekki kallað eftir samtali. Það þyrfti að fara fram samtali. Og taldi vera bara skyldu forsetans. Það er bara hluti við þetta fólk sem eins og ég held að formaður utanríkisnefndar er talsmaður líka væntanlega lýðræðis og mannréttinda og málfrelsis og þá hlýtur að vera eðlilegt að þegar kemur upp svona mál sem er viðkvæmt að það færi fram lýðræðislega umræðum þetta og það sem ég finnst þetta að segja að ég var En ef það væri lýðræðislega umræðum þetta þá finnst mér líklegt að niðurstaðan yrði sú að fleiri væru á línu Höllu Tómasdóttur heldur en Diljá Mist. Já, ég hef ekki sinni að skoðanakönnun þetta. Það verður náttúrulega merkilt að sjá það fá viðhorf þjóðarinnar ykkur í könnun. Ég hef ekki séð það en mér finnst það svona sem ég heyri að fólk svona setji spurningamerki við þetta og það sem er í þessu er það að við vitum að við getum gert mikið gagn því að aðstóða fólk sem hefur slasast og örkumnast. Við vitum það og svo vitum við það að einn veikasti hlekkur NATO er svæði sem við erum á og á þess að Rússar eru með svo mikla viðveru þar NATO minni viðveru og svo er óvissa í kosningum í Bandaríkjunum hver verður forseti og forsetin sem að geti orðið Donald Trump, hann er á allt annarri blaðsíðu heldur en Biden sem er núna og svo er ekki svo lítil hernaði við vera sem fylgir varnarsamningnum. Framkvæmt varnarsamningsins, það er ekkert í varnarsamningnum hvað á að vera á Keflavíkurflugvelli. Vegna þess að hann var frá 1951 og það er síbreytilegt hvað þarf til að verja land. Og svo þegar ég var aðstofnum það var ákveð á 3 ára fresti hvað þyrfti til þess að var Íslendingar og Bandaríkjamenn skilgreindu saman hvaða þyrfti til þess að vera væri varnir. Þegar ég var í þessu þá voru nokkur þúsund hermenn að Keflavíkurflugvelli. Ég held að sé ykkur 200 manns núna í dag eða ekki? Það voru loftvarnir. Það voru frétt daginn að það voru 200 manns? Það er við eins og svo núna skilst mér að það sé svona loftrýmisgæsla og það kemur öðru hverju hópur og þegar ég hef verið að fara bara að ferðast erlendis og hef ég séð kapótarleitavélar. Það er eitthvað þarna en ekkert nálægt því sem var og það er frekar lítil viðvara svo náttúrulega ég ætla aðeins með forsetan og utanríkismála nefnd Halla er náttúrulega nýkjörinn og meðan annars út af ykkur meðan annars út af þessum áherslum sínum myndum að ætla að það er ef er fulltrúi er kjörinn á þing að þá hefur hann umboð fyrir þá stefnu sem hann kynnti í kosningabaráttunni. Og þú talar svona að hún vilji opna samtal þetta og við höfum svolítið talað það að það sé verið að gera breytingar á svona öryggismati og öryggisstefnu Íslendinga án þess að hafi farið fram einhver umræða. Ég var með þingmannum daginn, Andrés Jónsson, sem sagði að væri lengi umræði í þinginu við þær gríðalegu breytingar sem væru í heiminum og líka þá svona stefnubreytingu sem að stjórnvöld standa fyrir. Það er náttúrulega verið að stórauka útgjöld til hernaðar og varnarmála meðan annars með stuðningi við Úkraínumenn
og eitt af því sem var einkennandi í málflutningi Höllu var að hún lét svo á að forsetinn væri svona tæki til þess að auka samtal í samfélaginu. Þannig að við erum kannski með þá stöðu að stjórnvöld eru að senda vopn á vígvöllin sem líklega gegn vilja allavega 70+ % þjóðarinnar. Miðað við hvernig Halla kynntis hlutverk forsetans, það var ekkert óeðlilegt af því að hún taki þetta mál einfaldlega bara upp og farið að ræða þetta út í samfélaginu. Hver á að stefna Íslendinga vera, svo að stefna stjórnvalda sé í takt við vilja almennings, eða ekki? Já, það eitthvað sem við erum að sjá hvað hún mun gera, hvernig hún mun gera þetta, sko, náttúrulega, hún felur utanríkisráðherra sem forseti að fara með utanríkismálin, en hún hefur tjáð sig þetta og þetta mjög mikilvægt mál og ef við erum að tala að breyta stefnu Íslands, þannig að við förum að senda vopn og kaupa vopn og ef við förum svo líka að segja, við ætlum líka að fara að vera með útgjöld til varnarmála 2%, þá erum við algjörlega að breyta þjóðfélaginu. Já. Við erum að breyta, sko, ég meina, þetta er svo stór biti sem hann held að fara úr ríkisfjármálunum, að þá þarf að taka hann einhvers staðar. Og þá þurftum við stóru póstarnir í okkar fjárlögum eru heilbrigðismálin það stærst og svo eru alls konar félags- og velferðarmál og svo eru skólamálin, dýrir þættir og það þyrfti að taka væntanlega ykkur af þessu. Það þyrfti að fara fram þjóðfélagsumræðu það. Ég held ég sagt það við þig áður. Mín upplifun þannig að ráðherrarnir í ríkisstjórn vita eða hafa með einhverjum leyti samþyktað í samtölum við NATO-ríkin að við munum stórauka þessi útgjöld. Sú umræða hefur ekki farið fram á Íslandi. En þau hafa stigið yfir það svona tilfinningarlega, að þannig það. Við verðum að bara stórauka útgjöld okkar, en þeir hafi ekki kynnt þetta í þjóðinni, ekki kynnt Alþingi þetta. Og þess vegna held ég að kemur upp svona staða að Bjarni Benediktsson fer eitthvað út og á í engu vandræði með að setja 4 milljarða á ári til Úkraínu, en þess að raunverulega var hann búinn að sætta sig við það að þessi peningar ætti að fara í eitthvað svona varnar og hernaðar dót. Já, forsætisráðherrann fyrrverandi, Katrín, hún, ég man rétt þegar hún var spurð út í þá vísaði hún í þingsályktunartillögu sem við vorum að tala í gær og svo þingsályktunartillaga var samþykkt á Alþingi. Án umræðu eiginlega. Já, en það er náttúrulega þá Alþingi að kenna ef það hefur ekki umræðu þetta. Það er hluti á Alþingi að ganga frá þingsályktunartillögum og lögum. Já. En það er líka hlutverk Alþingis að virka á einhvern hátt sem svona málstofa samfélagsins. Þannig að mikilvæg mál fái þar einhverja umræðu, að það sé kallaði eftir áliti annarra og ég meina þeir bera líka ábyrgð á því. Já, það er náttúrulega spurning hvernig það fór fram, að hvort það hafi verið farið fram með eðlileg umræðu og hvort það hafi verið kallaði til sérfræðingar í þjóðfélaginu til að mæta fyrir þingnefndir og slíkt og rætt þessi mál. Hins vegar varðandi svona fund sem að Bjarni fór hjá forsætisráðherrum Norðurlandana, þá kemst hann ekki hjá því. Norðurlandasamstarfið er mikilvægt fyrir okkur og hann hefur þurft að fara þangað og það er engin spurning að sko Norðurlöndin hinn eru í mikið meiri pressu heldur en við. Við getum náttúrulega sett okkur í svakalega mikla pressu, við viljum það, en þau eru mikið meiri pressu að því leyti að sko þau eru þarna nálægt Eystrasaltinu og svo eru Normenn náttúrulega með Svalbarða, þeir eru þetta þessu svæði sem að Rússar eru að byrja að íta við. Þeir eru nervisur út af siglingarleiðum, þeir eru pirraðar út á NATO, að Finnlands og Svíþjóðar, Svíar hafa áhyggjur af þessum eyjum sem þeir eiga þarna og sama hafa Eistar. Rússar að tala að breyta siglingafarvegum og siglingarleiðum hvað þeir mega að fara langt að landunum. Það er komin pirringur á landamærin. Við erum ekki með neitt af þessu. Rússar hafa hingað til ekkert, ég veit ekki þess að vera að fara inn í landhelginni og hafa okkur að gera alls konar kúnstir. Hins vegar ef að við erum að kaupa vopn, þó svo auðvitað eru afleiðingar stríðsins hræðilegar. Að drepa konur og börn og það eru hræðilegar afleiðingar. Hins vegar ef að við erum að kaupa vopn og þau eru sérstaklega þau eru notið inn að landamæra Rússlands, ég veit ekki hvort að þessi vopn sem við erum að kaupa það verið gert, þá verða afleiðingar, af því þetta er stríð og stríð er algjör óhugnaður
og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að koma í veg fyrir þetta. Ég hef sagt við þig, ég hef séð afleiðingar stríðs Mósambík sem voru búin að vera í 30 ára styrjöld, 15 ára í styrjöld í Portúgali og svo öndu 15 í borgarastyrjöld. Og þegar ég fór til Norður-Mósambík að byrja alþjóðabokkunum að kanna aðstæður, þá voru aðalega bara börn á götunum með vélbyssur. Það var ekkert fullorðið fólk eftir til þess að vera í stríð. Það var bara að drepa allt fólki, það voru bara krakkar sem voru að berjast. Og maður við séð þetta í Víetnama sem ég var að vinna fyrir alþjóðabokkunum í 4 ára sem ég var reyndar löngu eftir stríðin. Það voru ennþá að fæðast börn vansköpi útlímalaus í miklu mæli eftir efnahernað og eiturhernað. Þannig ég eins og formaður utanríkisráðherra, ég hef alveg séð þetta sko, það ekki sem að sé algjör grænjast, ég hef alveg séð þetta. Ég fór til Bosníu-Hersegóvínu í lok styrjaldarinnar þar og þar fórum við í gang með þessa stoðtækja og við sáum mörg þúsund ungmenna sem fengu enga aðstoð frá ríkinu til þess að geta fengið að fara að lifa eðlilegu líf aftur, voru bara heima og gátu að geta gert og heilbrigðisráðuneytið átti enga peninga og það voru stoðtækjur rándýr. Og það vildi svo til að við áttum öflug fyrirtæki á Íslandi sem hafði kraft í sér til þess að gera hluti og tækni og ákveðin yfirbyrði. Þannig að ég sammála því að við erum að hjálpa Úkraínu, það er bara hvernig við gerum það og það er misskilningur að halda það að eina vandamál þessa lands sé vopna skortur. Eitt vandamál í það með það þeir eru að fá vopn þeir kunni ekki á, þurfa að læra á, til dæmis sem eins og F-16 orðstóttur þeir kunni ekki á þar, þeir ykkur ára þjálfa aðila, þannig að sko að hjálpa fólkinu að komast á lappirnar og fara að virkja það aftur, það er líka mikilvægt og við eigum að mínum mati í NATO að beita okkur í borgaralega hlutanum, ekki í hernaðar hlutanum. Nema við ætlum að taka það ákvörðun að við ætlum að fara í hernaðar hlutanum, við ætlum að stofna her og fara að þjálfa hermenn og við erum tilbúin að fara að senda hermenn inn í Úkraínu og inn í Ísraelsríkin ef það eru ráðast á þau sem ég heldur reyndar að sé ekki að fara að gerast en það geti gerst. Sérstaklega ef þessi lönd eru farin að skaffa vopn til þess að skjóta inn í Rússland og sérstaklega ef þau fara að senda hermenn inn í Úkraínu að þá getur allt gerst. Þetta er umræða sem þarf að fara fram á Íslandi, bæði stöðuna í Úkraínu og líka hvaða stefnu Íslendingar taka. Það er bara þannig að þannig rann þessi þingisályktun til að gegnum Alþingi að þetta er gert í nafni þess að við verðum að styðja, þetta er svona hlýðið víði stemming, hlýðið Zelenski, þetta fer í gegn og hort fram hjá því að Zelenski getur haft einhverju öryggishagsmuni sem eru aðrir heldur en Íslendinga. Við höfum ekki sem hagsmuni þeir. Auðvitað höfum við hagsmuni því að stuðla að lýðræði og mannréttindum og allir slíku og við höfum stutt Úkraínu og það sem ég finnst verið annað gallið við þennan pakka þingsályktunartillögu, það er voðalega lítið verið að nýta íslenska sérþekkingu eða fyrirtæki eða það sem við kunnum og getum. Þetta er svona mikið að leggja nokkra bankareikninga, láta tékka hafa peninga og þeir eru miklu milligaukaðilar að kaupa vopn og það er eitthvað leyndarmál kannski hvað þeir eru að fá þessi vopn og löndin sem er að selja þeim vopn, þau vil ekki eins og að Rússar viti af því, þau eru líka hrædd sko. Mér finnst það svona vafasum viðskipti en auðvitað verða þeir að fá vopn og þeir eru að fá vopn. Það er nóg af liði til þess að láta þau fá vopn. Við höfum, já það er alveg rétt, en við höfum enga þekkingu við höfum þekkingu á öðrum sviðum sem eru mikilvæg og mér finnst til dæmis, já eins og þess að þingsályktunartillögu, það er verið að leggja inn á alls konar trust fund sjóði hingað að fanga peninga. En svo við erum ekkert að koma að þessu. Ef við ætlum að vera í svona borgaralega hluta NATO og veita borgaralega stuðning, þá eigum við að byggja upp capacity til að við getum komið inn á myndarlegan hátt, ekki bara í Úkraínu, heldur bara annars staðar sem við viljum koma að við höfum einhverja getu til þess og við höfum sérþekkingu og við byggjum upp einhvern sérsvið þar sem við getum lagt fram á myndarlegan hátt án þess að setja okkar eigið öryggi í mikla hættu með því að ögra ríki sem ég meina í návíi við okkur og við sjáum alveg að Rússar eru þegar fattin að þjarma að Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum. Ég skil verið þegar Bjarni fer til mér finnst alveg rétt ákvörðun hjá Bjarni að fara Ég var ekki nefna það, ég var að nefna það 4 milljarðana sem Já, en hann er undir náttúrulega mikilli pressu vegna þess að Norðurlöndin eru öll að reyna að gera sem við geta, það eru stórar upphæðir og þau eru ólík okkur að því leitum sem tökur Svíþjóð eru eitthvað stærsti vopnaframleiðandi í heiminum. Þannig að þeir geta komið með vopn en því þeir framleiða vopn. En við erum ekkert í sleikri stöðu. En ég meina, íslensk stjórnandi eru undir mikilli pressu, en ég finnst líka samt sem að þegar þau eru að tala þetta, þá talaðu þetta bara út frá Úkraínu og hagsmunum Úkraínu. Það er, sko, ef þú ætlar að leysa mál í alþjóðasamskiptum og þú átt óvin,
þú verður að skilja óvinnin. Þú verður að, ef þú vilt semja eitthvað eða fá okkur að niðurstöðu, þá verður að skilja óvinnin, hversu illa sem þeir viðkomandi og hversu mikið sem hatar óvinnin eða hvernig þetta þú verður það er ekki stefna Íslands og það er ekki stefna NATO og það er ekki stefna Pentagon, það er ekki stefna Zelenski, hann ætlar að halda friðarviðræður í Sviss núna án óvinnarins. Já, og Kínverjar skilst mér að vilja helst ekki taka þátt í þessu og Zelenski kvartar við því að þeir séu að grafa undan því að lönd sæki þetta. Svo Kínverjar náttúrulega eru með þetta Belt and Road Initiative og eru með fjárfestingar út allan heim þar á meðal í Suður-Ameríku sem Bandaríkjamenn hafi ekki viljað að Kínverjar yfirleitt bara væru en þeir eru komnir í mikil viðskipti þar gríðarlega mikil misskilst að Afríkubúin sem ég þekki að sama hvar þú ferð með Afríku það er allt fullt af Kínverjum með peningaveskið og vilja fjárfesta og þeir eru eins og Alþjóðabankinn, hann er lengi að fjárfesta, það er alls konar reglur sem gilda spilling og umhverfismál og jafnréttismál og þetta eru endalausar athuganir sem kannski og það þýðir ekki að hlutinni ganga hægt fyrir svo oft, en þegar Kínverjar að koma að þá er bara gerist allt bara á það byrjaði að malbika morgun. Já, það er mjög mikil hraði og það er mörgum líkar það vel en það er náttúrulega þá kannski með meiri líkur á mistökum en allavega það er þannig og svo eru Kínverjar að beita þessum áhrifum sínum að segja löndum sem þeir eru aðstoða verið ekkert að fara á þessar ráðstefnu, þetta er ekki friðarráðstefna og Kínverjar eru banda með Rússa, það er ekkert leyndarmál, það fyrir ekkert dult með, þú sér bara þegar Putin er að fara til Kína og hýsta Xi Jinping við höfnina, þetta er ekki eins og að taka með stríðsklappamanni, þetta er mjög náið bandala og það er bara þannig og við erum bara að horfast í augu við það og þannig að sko þessi ráðstefna, hún hefur takmarka gildi, hún hefur mjög takmarka gildi eins og hún er skipulögð að það sé búið að útiloka algjörlega hinaðilinn sem er í stríðinu komið að málinu og þá er hugmyndin ennþá við hittumst bara og við erum svo valda mikil að við getum bara gengið frá Rússlandi bara með því að hittast og Saman var gert þetta niður í Hörpu fyrir rúma ári síðan og þá kom Evrópuráðið og samþykkti það hvernig ætti að ganga frá eftir uppgjöf Rússa. Já, það er sko, þessi tjónaskrá finnst mér voðalega skrýtin, eins og ég sagt við þið áður að mér finnst voðalega skrýtin því að ég veit að stofnanir sem er að skoða þetta, sko, Evrópusambandið með fjárfestingarbanka Evrópu og svo er Alþjóðabankinn með 5 stofnanir sem að samanstendur 5 stofnanir, þetta eru allt stofnanir sem kunna að vinna bæði með einkageranum og ríkinu og byggja upp og fjárfestingarbanki Evrópu og hann er búin að vera til dæmis tökum Eystrasaltsríkin sem voru hluta Sovétríkjunum, ég var þar í 4 ár sjálfur að vinna og ég var alveg í sambandi við fjárfestingarbanka Evrópu sem Evrópusambandið á, þessi stofnanir hafa kunnað til að gera þetta og þær eru að gera skrá yfir tjón í þarna, þannig að ég sé ekki alveg til hvers þetta var að þessu leyti því að Evrópuráðið hefur ekkert capacity til að gera neitt, það geta búið til einhverja skrá en ég meina, hvað ætlar að gera? Þú ert með land sem á 6.000 kjarnagota, hvað ætlar að gera? Ætlar að fara til Moskvu og snúa Putin niður, ég meina, hvernig ætlar að ná þessu markum? Hvað ætlar að gera? Það er ekki takt að framfylgja þessu og svo bara líka finnst mér vanta tjónaskrána fyrir Írak 2003 og það vanta tjónaskrána okkur fyrir Gazasvæði líka er það bara eitthvað sem hver ætlar að borga fyrir það? Ég held að Bandaríkjamenn mun ekki fara að borga fyrir það, þeir þurfa að hugsa sem eigin mál. Ég ætla að taka aðeins aftur heim áður við fyrir til Bandaríkjanna og Kína. Þessi ummæli Diljá Mist, það sem nú er að tala þessi skítaskilaboð sem var eiginlega skilaboð nýkjörins forseta. Að við sittum og erum að ræða þessi mála því við teljum það vera mikilvæg. Við teljum sko Úkraínustríðið og þessar breytingar sem eru í heimsmálunum vera mjög aðkallandi að Íslendingar sko skilgreini gaumgæfilega svona sína öryggishagsmuni og hafi utanríkisstefnu og varnarstefnu í takt við breyttan heim. Þess vegna sittum við hérna. Og það má alveg heyra það á Höllu Tómasdóttur að hún metur það sama. Hún metur að þessi háskalúr heimur og það sé mjög mikilvægt að Íslendingar séu boðberi fríðar og svona gæta að sér að það sé hagsmunir Íslendinga stríðinu hætti í Úkraínu, að það sé ekki hagsmunir Íslendinga við sem að senda vopn sem vopnlaus þjóð á vígvöllin, að við eigum að gæta að einhverju svona stöðu okkar sem friðaríkis en ekki að skella okkur í hóp sko stríðsríkjana. Og þetta er mikilvæg umræða og ástæðan fyrir að við sittum hérna er að við teljum þetta að vera bara eitt af mikilvægasta sem við ættum að ræða í íslensku samfélagi. Og sumuleyti má ætla að Halla Tómasdóttir upplifa það með einhverjum sama hætti. Þannig að ég er bara að velta fyrir mér hvort að
þessi áhersla hennar á að forsetinn eigi að vera eitthvað svona stundum hljómaði eins og svona umræðustjóri í samfélaginu. Ég held að Ólafur Ragnar hafi nefnt það, þannig að í kosningabaráttunni hefði komið fram sko 4. eða 5. hlutur hvort sem var að standa fyrir svona einhverju umræðu og ég meina Halla var eiginlega svo sem að gekk lengst í því. Þannig ég er bara að velta fyrir mér hvort að þetta sé kannski ekki eitt af þeim allra mikilvægustu málum og mest aðkallandi málum sem að myndu þá vera á verkefnalistan nýkjörins forseta. Já, sko, hún talaði bara eins og er skynstælegt fyrir smáþjóð sem er vopnlaus. Það er að segja að þú reynir að semja og þú ert ekki minni en augrandi aðgerðir gegn stórveldi. Þú getur samt gert gagn og hún tala bara eins og út frá hagsmunum Íslands og ég býst í því að hún hefði fengið sem að stjórnvöld gera ekki. Mörg atkvæði út á þetta. Að hún talar, ég held að Íslendingar skilji þetta. Þannig að fyrir smáþjóð sem er vopnlaus þá er best að hafa sér friður kringum okkur. Við séum ekki í átökum við stórveldi og við getum farið í átök út af miklum hagsmunum eins og landhelginni, eins og við gerðum á sínum tíma, en annars ekki og það þjónar okkar hagsmunum að sé friður. Ef þú ert herveldi sem er þetta að reyna að færa þig út og þú hefur hermenn og vopn þess að tryggja hagsmuni og ná undir því svæðum, þá hefur þú allt öðruvísi hagsmuni og ef þú ert í stórveldabaráttu, við erum það bara ekki. Og við höfum okkar, það er ákveðin óvissa okkar varnir og meira þess að NATO sáttmálinn, hann skuldbindur ekkert Bandaríkin til að verja okkur í stríði. Hann gerir það ekki. Hann bara segir það að í átökum þá verður hvert land má það bregðast við as it deems necessary. En það er engin skuldbinding það að Bandaríkin muni verja okkur í stríði eða önnur NATO-ríki. Þau þurfa að bregðast með einhverjum hætti við en þau geta gert þetta sjálf og eftir út frá eigin hagsmunum. Nú má maður kannski segja þessu svo að Ísland sé svo mikilvægt vegna legu sinnar að Evrópuríki og Bandaríkin muni leggja tölvöld mikið á sig en allavega það eina sem við vitum það að á landinu sjálf eins og er í dag þá sjáum við ekki að það sé mikil fyrirstaða til þess að gera mikið. Þegar ég var að vinna í þessu fyrir 25 ára síðan, þá voru fastar orrustuþotur á Keflavíkurflugvelli alltaf og ég mati þegar við gerðum kröfu á þeim tíma að þær verið alltaf on high alert. Þetta voru F-15 orrustuþotur og F-16. F-16 voru þá tiltölulega nýlegar þotur og ég mati að aðmýrallin sagði við mér í ráðherrabústaðnum að gerir þau grein fyrir því að þið eru að gera svo mikla kröfur að flugmennir geti ekki fara heim til sín. Þeir eru að sofa við hliðina á vélinni og þeir geti ekki fara heim til því það er svo skammur tíminn og það sem við sögðum alltaf, við viljum að vélarnar, ef að Rússland eða ykkur er að nálgast landið, þá viljum við að vélarnar séu komnar í loftið og þær séu komnar á mótsvið á óvinnin, hver sem það er, áður en hann kemur inn í lofthelginni hjá okkur. Það var bara að rekna þetta út, hvað þetta var langur tími og það þýtti það að flugmaðurinn gat ekki farið svo að heimi á sér og við gerðum þess að Þeir voru nú á vöktum eða ekki? Jú, þeir voru á vöktum en þeir gátt ekki farið heim til sín. Þetta er svo brunalið, bara þeir sáum við á öfriðinni. Já, og þannig að þá voru náttúrulega að virkar varnir og okkur fannst þetta samt vera frekar lítið en þetta var samt sem áður virka orðin. Það er ekki í dag og svo náttúrulega er forsetinn sem geti tekið við í janúar með allt annað blaðsíðu heldur en það sem er núna. Þannig að við erum í óvissu heimi. Er skynsamlegt fyrir okkur í svona óvissu heimi að fara að kaupa vopn. Ef við værum til dæmis svo Svíþjóð og við værum með vopnaframleiðandi og við hefðum tölulega stóran her, þá er þetta öðru vísi svolítið. En ég held samt sem að ég er ekkert vissum ég skilverð Svíða skildi gangi í NATO og finna, ég er ekkert vissum að þetta muni auka öryggið þeirra vegna þess að þetta bara verður meiri núningur sem var ekki áður. Það er ekkert víst að við verðum bara að sjá hvernig það þróast en ég skil þá alveg. En ef að þú ert með alvöru her og getur varið þá er það þannig en eins og sé við höfum ekki þá reynslu að það sé verið að við erum ekki minni landamæri við stórveldi, við erum ekki minni landamæri en ég meina ef þú ert eins og Pólland þú ert með landamæri, austurlandamæri við Úkraínu, það er að stöðugur núningur á þessum landamærum og ef þú ert í þeirri stöðu að ef Úkraína tapar þá eru að færast landamærin þá ertu Pólland komið risa löng landamæri við Rússland og það náttúrulega fyrir þá er það alveg skelfilegt og ég skil að þeir skuli fara í 4% og þeir byggja upp her og þeir vilja senda vopn og gera hluti. Þeir eru bara í allt annari stöðu heldur en við allt aðra hagsmunir. Þeirra hagsmunir eru miklu nær Úkraínu heldur en okkar hagsmunir.
Það verðist ekki vera litið svo á í íslensku stjórnvöldum að þannig eigi að meta hlutina. Heldur eigum við að taka upp öryggismat og öryggisstefnu Póllands og Úkraínu og Pentagon. Það er ekkert sjálfstætt mat á hver sko staða Íslands. Þess vegna var áhugavert það sem að Halla Tómasdóttir var að segja, sem var eiginlega svolítið á skjön við stefnu stjórnvalda, sem að þú heyrir munin á tóninum í henni og Diljá Mist á Bylgjunni í morgun, sem að stefnan er svo að Úkraína vinni Rússland á vígvellinum. Það hefur verið lengi talað um það. Nú, við vitum ekkert hvernig stríð... Það er enginn sem að trúir þessu og hefur enginn trúið þessu í heilt ár. En samt segir fólk þetta. Það er bara að segja þetta alveg frá upphafi og Það er bara að vera svo augljóst svona í allavega í 1 ár að þetta er ekki að fara að gerast. Já, ég allavega sé það ekki, auðvitað væri óskandi að Úkraína með einhverju kraftaverki myndi ná því að ná landinu tilbaka og myndi ná að vinna sig út úr þessu. Þú getur ekki byggt öryggisstefnunni á kraftaverki? Nei, þess vegna hef ég verið mjög skeptiskur á þess að þú veist og ég hef ekki trúað því að ég held að Úkraína sé búin að tapa þessu stríður en veru og það er mjög dapurlegt og manntjónið sem hefur orðið verður aldrei bætt. Og þeir máttu svo sísta öllu við því, þú veist það vel sjálfur, þú skoðað það mál og eignatjónið allt saman sem verður aldrei bætt, þannig að þó að þeir myndi vinna stríðið þá er samt staðan mjög slæm, þeir eru búin að þú bætir ekki upp þegar mjög stórt hlutfall af unga fólkinu er annarkvæmt flúið eða búið að láta lífið eða örkumlað, þá verður það baggi á þessari þjóð Kynslóðum saman. Þetta er foreldrakynslóðum sko, sem eru verið að forna. Fæðingar þínir hreinur og þetta er mjög mikið gamalt. Þú hafði séð það raunverulega áður eftir hrun Sovétríkjanna, þá sérðu það að þeir sem að flýja landið, vegna þess að það var engin hagvöxtur í 30 ár og fólk flýr landið til þess að bara byggja sér framtíð annar staðar. Það var náttúrulega mest ungt fólk. Já. Og þú sérðu bæði það að vanta þá kynslóð inn í aldurspíramítan en líka sko börn þeirrar kynslóðar. Já. Og ef að bæti síðan ofan á það að þessu fólki er fórnað á vígvellinum og eða flýr land, það er náttúrulega mikið það að kallan eru kannski á vígvellinum en konurnar eru flúnar með börnin úr landinu. Þá ertu komið með sko aldursamsetningu þjóðar í þessu landi sem að hún verður sko áratugi kynslóðir að jafna sig á. Já, það er ekki vá því. Þetta er mjög alvarlegu vandi og fyrir utan það sko að minnst að eftir að Sovétríkin féllu þá var engin hagvöxtur í 30 ári í þessu landi og þegar menn að tala um þetta hafi verið í lýðræðisríki, þetta var sko... Þetta er ólíkarka ríki, miklu verra heldur en Rússland heldur Rússland var. Það er miklu meiri spilling og það, ég er ekki að halda þessu fram. Þetta má bara lesa úr alls konar skýrslum og athugunum sem höfðu verið gerðar á efnahag Úkraínu. Það var verfarið svona ólíkarka ríki þar sem var búið að ræna öllum eigum almennings frá Sovéttímanum og kom í hendurnar á örfáum auðgefingum. Já, þú getur alltaf að séð það sko, þú hefur lesið þetta meira heldur en ég, en ef ég bara sem hagfræðingur, ég horfi bara á verka landsframleiðslu, að frá því Sovétríkin féllu þá tvöfaldast verka framleiðslu í Póllandi, í Rússlandi, rúmlega það. Þannig að það er eitthvað að gerast í hagkerfinu, verklega framleiðslu á mann, en hún eykst ekkert, hún minnkar í Úkraínu á 30 ára tímabili og svo fækkaði Rússum eitthvað, en miklu minna heldur Úkraínu, það var bara algjört hrun. Þannig að það er eitthvað mikið að þessu og maður heyrði mikið spillingu þarna, en við hefum svolítið eins og íslensk stjórnvöld talað um þetta hafi bara verið eins og Sviss bara, þetta hafi verið bara gott land, það sem var þokkalega gott lýðræði og allt með góðum móti þangað til að þetta allt var eyðilegt fyrir þeim. Það var ekkert þannig, þetta var náttúrulega bara í rúst, en nú náttúrulega er þetta bara ennþá verra. Og þessi hugmyndum að sigra stríðið, hún er ekki að rætast og þannig að maður sér bara skelfilega framtíð og ég sé ekki heldur alveg augljós hverjir ætla að koma uppbyggingu þessa lands. Ég átta mig ekki á því, sko, það er verið að tala um Evrópusambandið með mokaðnin peningum og þetta verður eins og Þýskaland eftir seinni heimsstyrjöldina eða Japan eða eitthvað slíkt, eins og þú ert að benda varðandi fólksfjöldaþróunin og allt það og ástandi í landinu. Þú getur líka tekið bara hver er geta og styrkur Evrópu. Af því að Evrópa er í efnahagslægð. Hún hefur nómið sjálfa sig.
Ég meina, við erum að Og ef að Evrópa ætlar að í ofanálag að fara kannski að bæta við 1% hvert ríki í hernaðarútgjöld sem eru kannski 2,5% af ríkisútgjöldum sem að mun líklega leiða til hægari uppbyggingu grunnkerfana og velferðarkerfana. Já, þú sér það að Evrópusambandið sjálft sem er að standa í innviða uppbyggingu og alls konar uppbyggingu, þeir fá svona 1% af verkefni landsframleiðslu í sameiginlega sjóði. Það er verið að tala að NATO að fá helmingi meira eða 4 sinnum meira. Aukningin er kannski sambærileg. Hugmyndin er það sem að Evrópuríki þurfa að auka útgjöld sinn til hernaðar er álíka og að búa til nýtt Evrópusamband. Minnstakosti. Og þetta eru rangar áherslu vegna þess að það er svo margt annað sem þarf að gera. Og þetta líka getur haft leitt til pólitískrar ókyrrðar í þessum löndum og leitt til þess að alls konar öfgahópar nái meir og meir í völdum í þessum löndum vegna þess að það er ekki samstað þetta og kannski ekki mikil umræða frekar en hér. Við erum sumir vilja vera með her á Íslandi. Einhverjir forsetaframbjóðendur voru, eða það var eitthvað að tala um her. Einhver forsetaframbjóðendur var nú með það en í svo fall að dreigi tilbaka. Baldur hafði sagt fyrir einhverjum árum síðan og var að glíma við það alla kosningabarátuna að segja að hann hafi ekki verið að leggja til her. Já. Heldur hann einhvern veginn, ég veit ekki alveg hverju rökin voru, en hann var að benda á það sem að hann er að tala um að við getum elt landhelgisgæsluna. Við getum ég veit ekki hvort hann orðaði alveg þannig, það mátti skilja það, hann væri eiginlega að leggja til að kannski ættum við að skoða það að breyta björgunarsveitunum okkar yfir í einhvers svona varasveitir þannig að fólk fengi borga fyrir þetta. Og það var ýmislegt svoleið sem við getum gert, að þá væri það svona uppbygging einhvers mannafla sem að kannski væri ekki rekin eins og her, ég held að hann hafi sagt að við kunnum það ekki, það er ekki kultúr fyrir því að ef við myndum búa til her þá verður það eitthvað hlægilegt, þannig hann var kannski að tala um að og það er svipað og ég var að segja áðan sambandi við ríkisstjórnina og Bjarna, það er eins og hugmyndin ákafra NATO-manna er það að við séum eiginlega, það sé orðið þannig staðan að við munum þurfa að leggja til svona 1-2% af landsframleiðslu á svona allra næstu árum til hernaðaruppbyggingar. Og þá sé eiginlega sniður að því að þetta er hvað sem tapa fé, að það er bara gjaldi fyrir að fá að vera þarna inni, að því við getum ekki alltaf setið við borðið þar sem eru fátækari ríki sem eru að komi langt yfir 2%. Á endanum munu þau náttúrulega segja hvað með þessa Íslendinga, eiga þeir alltaf að fá að vera einhverju frírættir sérna með okkur. Þannig að það er eins og ákvæðustu NATO-sinnarnir eru búin að átta sig á þessu, að við munum þurfa að borga þetta. Og ég upplifði það að Baldur væri eiginlega að lýsa því að það sem að við þurfum hvað sem að gera þetta. Ættum við þá ekki bara beina peningunum í því að eiga bara góða landhelgisgæslu, setja björgunarsveitirnar á laun, skilgreina það sem eitthvað svona varalið, þannig að það væri hægt að í bókhaldinu færa það yfir í uppbyggingu öryggis og varnarmála og þar fram til göttunum. Já, ég er sammála, ég hef sagt það við áður, ég er sammála því að það mætti efla landhelgisgæsluna. Við erum með mjög stóra efnahagslögsögu, við erum bara með 1 skip á efnahagslögsunni sem er með fallbyssu, ég held að Freyja sé ekki eins og komið með byssu, þannig að ég er ekki hrifinn að því að vera að nota byssur, en við getum þurft að beita bara eins og einhverjum lögreglu aðhaldi. Við þurfum að fylgjast með, við þurfum að bera með ábyrgð á þessari landhelgi og við getum, og þessari efnahagslögsögu eins og við eigum og viljum geta verndað hana og normennir í þessari stöðu, þeir eru í vandræðum til dæmis á Svalbarða út af húsum sem eru komnir með viðurinn þar. Við getum elt hana og í háskalegri heimi þá sem er eðlilegt að við eflum landhelgisgæsluna því að við bara líka bara til eftirlits og til björgunar. Við getum sagt við NATO, við ætlum ekki að fara að safna her, við ætlum ekki að fara að senda ykkur hermenn, við ætlum ekki að fara að senda íslenska drengi sem byssufóður til að verja ykkur lönd, en við erum tilbúin að auka öryggi ykkar á þessu hafsvæði og hjálpa til þar. Við getum gert það. Og hann var að tala um sæstrengi og slíka hluti strengi sem eftir að skera á rúsa getur valdið okkur skaða. Ein leið til þess að minnka það að líkurnar á því að við verðum fyrir slíkri árás er að eiga í þokkalega vinsamlegum samskiptum við alla aðila. Smáríki hafa þá hagsmuni að eiga eins vinsamleg samskipti við stórveldi eins og hægt er. Ég hef nefnt sem dæmi Litáen við þig. Ekki pota með priki í augað á byrninum. Nei, og sérstaklega þeir eru að pota með priki í augunum á Kínverjum, Litáar til dæmis, með því að leyfa þeim að opna
skrifstofu í Vilnius sem heitir Taiwan skrifstofun, ekki Taipei. Ef þeir hefðu leyft Taipei skrifstofu sem er höfuðborg Taiwan, þá hefðu Kínverjar ekkert verið ánægðir, hefðu sennilega sagt lítið, en ef þau Taiwan skrifstofa þá fær þær að sjá þessu sendir á, þá verða þær alveg brjálaðir. Og ég veit að Kínverjar til dæmis voru mjög nervusir þegar við getum Eystrasaltsríkin, að við gætum kannski farið í þá leið að alltaf fara að viðurkenna Taiwan, og einhvern tímann átti forseti Taiwan að koma til Íslands svona í óformlega heimsótt bara sem ferðamaður, og ég var það aðstofamður utanríkisráðherra, það var allt brjálað því að Kínverjar voru svo hræddir að við myndum bara fara og segja ok, við ætlum bara að viðurkenna Taiwan eins og við gerðum með Eystrasaltsríkin. Þannig að þeir eru mjög nervisir og þú vilt ekkert vera að rugga þessum bát, og þess vegna eiga smáríki að mínum dómi að eiga eins sæmileg samskipti. Okkar samskipti við Rússland í dag eru slæm, en ég meina við erum búin að segja við fordæmum þessa innrás, og við erum búin að segja að hún sé ólögleg, og við tökum þátt í einhverjum svona viðskiptaþvingunum vegna þess að við erum að sameiginlega markaða Evrópusambandsins, og ég held að Evrópusambandið bara gerir þá kröfu ef við erum á þessum sameiginlega markaði sem skiptir okkur máli, sem því það við erum innan tollabandalagsins. Ég meina að Evrópusambandið er tollabandalag, og við erum innan tollabandalagsins að við þurfum ekki að borga sameiginlega toll, og það er ákveðin þríðindi sem við fáum, en þá gera þeir líka kröfu til okkar að við gerum vissa hluti fyrir þá. Þetta er bara give and take. Þetta er alveg eins og með NATO-aldin og tvíhliða varnarsamningin. Við fáum ákveðna tryggingar út á það, þó þessi ekki fullkomnar, en fyrir það gætu við aldrei leyft Kínverjum eða Rússum að vera með einhver umsvif hérna sem getur talist verið hernaðarumsvif eða eitthvað sem getur ógnað öryggi Evrópu eða Bandaríkjanna. Það er aldrei liðið. Þannig að sko þetta er þannig, en þessna ég held að sem eins og Halla Tómasdóttir talaði, það hafi verið skynsamlegt út frá hagsmunum smáríkis sem hefur ekki vopn, og líka að hún virðist hafa meiri trú á því að það sé hægt að leysa mál með samningum og samræðum heldur en margir sem að leiðtogar Norðurlandana aðrir eru svolítið komnir á þá línu að það sé ekki hægt að leysa þetta nema með vopnum. Og við sjáum það bara alveg á stríðum sem hafa verið undanfarin ár út allan heim að hvað það er hvað það er takmarkað árangur sem við getum náð með slíku. Við erum að sjá það núna í Úkraínu, við séum þetta oft áður. Já, en það eftir sem áður þá eru stjórnvöld í svo til öllum Evrópuríkjónum sem eru þessari línu, nema að Orbán í Ungverjalandi sem er eiginlega á þessari, þau tala eiginlega einum rómi og eru sum hver í keppni að auka enn á þátttökuna, að senda hermenn á vígvöllin, að skjóta á Rússland og fleira. Það er frekar að umræða meðal ráðamanna í Evrópu sé að auka átökin. Já, og þessi það er ákaflega fáir sem er að tala í hináttina. Þetta er stigmögnun og hún er alltaf að vera meiri og meiri og hún er svo mikil að við höfum enga reynslu af því hvernig hún getur leitt. Þetta er svona eitthvað svona uncharted territory og við vitum ekki einu sinni hvað þetta getur endað og með hvaða ósköp geta komið og fyrir slysni og allavega. Þannig að þetta er mjög hættuleg þróun. Bandaríkin eru með, má kannski segja að það hafi gerst á Trump-árunum að í utanríkisstefnu Bandaríkjanna að það var eins og þau vildu skilgreina Kína sem sinn höfuðandstæðing og afleiðingarnar hafa verið svona aukin tension eða spenna í Kínahafi. En líka hækkun tolla, bann við samskiptamiðlum sem er í eigu Kínverja í Bandaríkjunum og svona mörg dæmi það að þessi spenna sé að aukast. Eitt er mikil áhersla stjórnmálamanna einmitt á að viðurkenna sjálfstæði Taiwan. Þó svo að sá flokkur sem að lengst hefur verið við völd þar vilji ekki sjálfstætt Taiwan, heldur sameinað Kína undir sinni stjórn. Það er náttúrulega bara þessi flokkur sem er til dæmis nýkomin til valda sem er með að stefnuskrá að vera með sjálfstætt ríki í Taiwan. Það var ekki stefna Taiwan áður, heldur var litið svo á að það ætti að vera sameinað Kína. En það var bara vitlaus stjórnvöld á meginlandinu. Þannig að það hugmyndið var svo að sameina Taiwan aftur Kína.
Þannig að þetta er ekki alveg venjuleg sjálfstæðisbarátta, eins og þegar Íslendingar styðja sko sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna, þá er það til þess að svara ákalli meginþorra íbúana þar, sama með Palestínu, það er verið að svara ákalli allra sem að búa þar og við getum jafnvel stutt sko sjálfstæðisbaráttu sko Skota með eiginlega sko svona auðveldari rökum heldur en að styðja sko sjálfstæðisbaráttu Taívan, því að það er ekki alveg ljóst meðal íbúa Taívan að það sé stefnan sem á að taka að Taívan sé sjálfstætt ríki. En það er verið að búa til svona spennu meðal annars í kringu Taívan, ógn sem að líta á Taívan sem er svo sjálfstætt ríki sem að stendur ógn af Kína. Þetta er stefna sem að svona ef maður horfir á síðustu svona 20-30 árin er svolítið erfitt að sjá að séu svona hagsmunir Íslendinga. Við vorum að tala Höllu Tómasdóttur sem er að taka við sem forseti og við getum bara rifjað upp svona utanríkisstefnu Ólafs Ragnars Grímssonar sem meðal annars byggði á því að heimurinn var í stór og við ættum að rækta sko samskipti okkar við Indland og Kína. Ég held hann hafi skynjað að heimurinn var að breytast og hann vildi breytast við því. Já, og hann var að breyðast við því og taldi eins og þú ert að benda á að það sé mikilvægt fyrir smáríki að vera í vinsamlegum samskiptum við þessar flesta. Og þetta leiddi til þess að við gerðum til dæmis fríverslunarsamningu í Kína. Þessi stefna, þessi hugmynd að við ættum að byggja við vorum í miklu viðskipti við Sovétríkin þó að það hafi ekkert verið NATO. En sko varandi Bandaríkin hafa breytt stefnu núna. Taívan, Bandaríkin eru með styðja single China policy. Þannig að þið viðurkenna ekki og er ekkert að fara að viðurkenna sjálfstæði Taívan. Þegar Richard Nixon og Henry Kissinger opnuðu samskipti með Kína, það var sendiráðið í Taívan, Taipei því var lokað, og opnað sendiráðið í Peking. En það eru samt með svona ígildi sendiráðs sem er svona stofnun í Taívan til þess að halda upp í samskiptum. Það sem hefur verið ögrandi, það sem að Kínverjum finnst ögrandi, ég held að Bandaríkin sé ennþá með single China policy, það er að segja Taívan. Ég geti nú trúa því að það myndi reyna á hana á næstu misserum. En það sem hefur pirrað Kínverja er heimsókn forseta fulltrúa Bandaríkjaþings til Taívan. Þetta er það hásettur aðili sko. Stjórnkerfi í Bandaríkjanum er þannig að forsetinn er nummer 1, varaforsetinn er nummer 2 og forseti fulltrúa er nummer 3. Segjum ef að fórseti féllir frá og varaforseti féllir frá að þá er fórseti fulltrúadeildarinnar fórseti Bandaríkjanna. Þetta er svo háttsettur aðili. Ef þú sendir svona háttsettur aðila í opinbera heimsókn til Taívan þá verður Kínverjar Peking verður mjög fúlir yfir þessu. Það finnst þetta eins og sé verið að segja svona óbeint skilaboð að þeir séu sjálfstætt ríki og það pirrar þá og þess vegna fannst mér skrítið þegar Nancy Pelosi fór að fara þessa ferð. Og svo líka þegar núverandi forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings segir að Íran, Kína og Rússland séu axis of evil og Kína er í þeim pakka. Það er líka mjög pirrandi. Þau eiga alltaf þetta hugtak öxulveldi hins illa, svo skipta þeir bara löndum út hverjir eru þar. Nú er Kína lendi í hópnum. En sko, en sko það sem að sko þegar annars að ég vilji segja sko, ég horfi ekki á það að Bandaríkjamenn séu, og ég er ekki að segja þú segja það heldur, að Kínverjar séu vondir eða Bandaríkjamenn séu vondir eða Rússar séu vondir, þegar þú ert komið multipólar heim sko, sem eru ekki bara eitt pól, multipólar, það verða slagsmál. Það er alveg sama hvað, þó segjum Indland verið sem hópi, segjum að Indland verið komið í en hóp eftir ykkur 10 ára eða eitthvað, þá verða þeir svona líka. Og ef við verðum svona stórveldi, þá verðum við svona líka. Við værum í slag við einhvern og það sem gerist er það að þú nefndir Obama þegar Bill Clinton var forseti þá talaði hann fyrir engagement policy við Kína, engagement policy virkja alþjóðastofnanirnar til að hjálpa Kína, hleypa þeim inn í alþjóðaviðskiptastofnanirna og byggja hagkerfi Kína upp og þá var Kína miklu minna hagkerfi heldur en Bandaríkin, miklu minna. Svo er þessi gríðarlega hagvöxtur og tímum Obama er Kína farið að nálgast Bandaríkin, þá kemur taugatitringur. Þannig bara að koma svona per competitor, einhver aðli sem getur verið að keppa við okkur. Svo þegar Trump verður fórseti 2016, þá er á jafnvirðisgengi, purchasing power parity, Kína er jafnstórt Bandaríkjunum, þá byrja titringunum fyrir alvöru, þá er bara komið, þeir eru bara að taka fram úr okkur. Þá kemur svakaleg taugaveiklun og svo bara vex hún meira og meira og svo þegar Biden kemur tekur við,
2021 það ekki, þá verður þetta ennþá meira, þannig að þetta gerist þegar þú ert komið með samkeppnisaðila og þessi samkeppnisaðili, hann staðsettur í Austur-Asíu sem svona þessi álfa sem að vaxa svona mikið og langfjölmennasta álfan í heiminum og þeir eru svona fannir að svolítið að þenja sig út og vilja svolítið ráða siglingaleiðunum, vilja taka í allt Suður Kínahaf og vilja svona vera ráðandi og helst íta Bandaríkjunum út og eru svo fannir að fjárfesta í Suður Ameríku og Afríku út allar jarðir, fannir að fara fyrir botn Miðjarðarhafs, Persaflóin sem alveg ábúðslega viðkvæmt svæði fyrir Bandaríkin, fannir að leiða saman fjendur Sádi-Arabíu og Íran. Það skapar ofboðslega mikla tauga spennu í Washington. Það að gerast það sem að Bandaríkjamenn hafa óttast, að það verði til heimsveldi annars staðar í heiminum sem að nú öflugt til þess að raska hagsmunum Bandaríkjanna meiri sig í Suður Ameríku. Það mjög erfitt fyrir Bandaríkin sem hafa verið númer 1 mjög lengi og ríkasta landið og ennþá öflugasta landið, ríkasta landið, að vera númer 2, bara sálfræðilega erfitt. Og það sem eiginlega óhjákvæmilegt ef að Kína heldur áfram að vaxa, nema verið eitthvað hrun hjá þeim. Og auðvitað fyrir þeim að fækka, því þeir voru með one child policy, svo það getur fyrir að fækka. En þeir eru samt 1,5 milljarður í hér þannig að það tekur tíma, þeim fækki eitthvað, Bandaríkin ekki með eitthvað 350 milljónir, eitthvað sirka. Þeir eru bara mun ríkari en þeir eru að stækka og Bandaríkin þurfi ekki bara að sætta sig við það að þau verið númer 2. Það ekkert langt í að Indland verið númer 2 og Bandaríkin númer 3. Sem hagkerfi. Indland er með mikinn hagvöxt núna. Þeir eru aðeins fjölmennir en Kína með það manntal sem við vitum og höfum. Þannig að Bandaríkin verða númer 3, ekkert áður langt líður og svo geta komið lönd inn eins og Indonesia og önnur lönd sem það sem mikið fjölgun af fólki, það sem geta líka tekið fram úr bara lengra fram í tíman. Þannig að heimurinn að breytast og þetta skapar ákveðna spennu. Landið sem að dóminera þeir, var ráðandi, að missa þessi tök. Spurningi hvernig á að bregðast við því. Getum við lært að lifa í margpóla heimi saman án þess að séu átök? Stórveldasamkeppnin hún svo riskuðlaus. Eftir Úkraínustríðið, þá var svona komum nokkrir hérna, við vorum að meta það. Og þá var ein línan var svo, tími svona, hvað ég segja, opinnar svona alþjóðavæðingar, svona svipað og sem friðsamleg samskipti þjóða myndi byggja upp frið, að það bauð skipsbrott með árás Rússa inn í Úkraínu og þess vegna hætt öllum olíuviðskiptum og öðru slíku og eitthvað fleira. Og þá var fólk sem var að segja það að þetta bara breyting í heimsmálunum og nú erum við komin inn í tímabil þar sem að ríki verða bara að vera í sínum hópi. Með sínum líkum. Þannig að við ættum meiri segja fólk sem var skeptísk ákveðt Evrópusambandinu sagði að kannski ættum við bara að opna fyrir það að vera með nánari samskipti þar. Mér fannst Þórdís Kolbrún á tímabili vera næstu því að segja þetta. Að það gæti orðið þannig heimur að nú verður bara ákvað í hvaða blokk þú ætlar að vera og ef að svo liggi í þeirri ákvörðun Íslendinga að vera bara með Evrópu og Bandaríkjunum í blokk að þá ættum við kannski bara að skoða aukin samskipti við þau ríki. Kannski taka þátt í Evrópusambandinu en bara gleyma þessu sem við vorum að nefna á það sem var utanríkisstefna Ólafs Ragnars Grímssonar friðsamleg samskipti við sem flesta. Já, það auðvitað, maður segja að Evrópusambandi sé sem lítið blokk sem Bandaríkjunum ekki vel að hrifin þessu tollabandalaginu þarna, sameiginlegi tollar. Þeir þurfa að færa kannski vestmiður inn í Evrópusambandi til að þurfa ekki að flytja inn á það, því þeir eru þá bara framleiðir inn í, en þetta er tollabandalag, það er tollamúr. Þetta er svona blokk sem það sem ákveðin hópi landa, það eru Evrópusambandsríkin 27 pluss 3, Ísland, Liechtenstein og Noregur sem við hafa líka aðgang. En það sem við ætlum að lýsa finnst mér svolítið vera þannig að í hagfræðin og efnahagsmálum snúast það að svona globalization, samkeppni, viðskipti, eins og alþjóða viðskiptastofnunin, fellanir alla kvóta, lækka tolla, örva viðskipti og það kemur hagvöxtur. Og svo spurningin hvernig hún það reynda leiti til þess að við fengum ótrúlega öflug alþjóðleg fyrirtæki en eins og að veikari þjóðríki. Já, en allavega þetta svona getur verið positive sum game því að þó að þú sé svona það sem við kallar gains of trade í hagfræðinni að segja að þú getur með sérhæfingu mikil sérhæfingu
og stærðarhagkvæmni, það sem eitthvað economies of scale, það getur náð mikill hagkvæmni og svo er spurningi hvernig skiptir þess á milli aðala, sum lönd geta farið verð út og önnur fara vel út, en það er hægt að skipulega geta þannig ef það er gert skynsamlega að allir græða á því. Þetta er það sem að hagfræðin gengur út á, en fasið sem við erum núna í er öryggismála samkeppni, það sem mennur aðalega eru hrættir og það leiðir til einangrunarstefnu og þá hefur þetta þveröfuga áhrif, þá eru allir haldað sér höndum, grípa til alls konar refsiaðgerða, og lögmálin eru þau, Hilmar, eða ekki, að þegar að það eru öryggishagsmunir sem að ráða stefnuríkja. Þegar að ríki upplifa sig órugg, þá taka þau ákvarðanir út frá öryggishagsmunum sínum, jafnvel þóttu þau fórni viðskiptahagsmunum eða... Alltaf, vegna þess að ef að þú fórnar öryggishagsmunum þá getur ekki náð neinum öðrum markmiðum. Þú verður alltaf að öryggishagsmunir hafa hærri forgang heldur en efnahagshagsmunir. Því ef að þú missir, ef þú er búin að missa öryggi, ef þú er búin að missa sjálfstæði og búin að missa stjórn á þínum málum, þá getur ekki náð neinum markmiðum lengur. En ef að þú ert hefur öryggismálin í lagi, þá getur við verið að ná alls konar öðrum markmiðum, þar að maður efnahagsmarkmiðum. En við erum komin í einhvern svona neikvæðan fasa, refsiaðgerðir gegn Rússlandi, reyna að hægja á hagvexti í Kína, barátta milli landa, hægir á hagvexti og styrjaldir, sóun, taka peninga og fjármagn úr svona einhverju svona framleiðnum atvinnugreinum, einhverju og notaði í hernað, mannfall. Þetta er svona einhver neikvæði fasi sem getur verið erfitt að brjótast út úr og hann kannski fylgir svolítið því þegar þú ert með multipolar heim, þegar kemur þessi samkeppni. Því að þegar Kína var lítið í samanburði við Bandaríkin, þá voru Bandaríkin að tala um engagement, þess að Bill Clinton gerði. En svo þegar Donald Trump er komin, þá er Kína farið að ógna og þá þarf að reyna að skrúa þetta eitthvað niður. Og þá náttúrulega bregst Kína við og munurinn náttúrulega á Kína og Sovétríkjunum þegar kalda stríðið var það að Sovétríkin voru að loka hagkerfi, þannig að var þetta að keyra Sovétríkin niður í raunverulega án þess að það hefði svo mikil áhrif á umheiminn. Þannig að þetta var að loka hagkerfi mestu leyti. Mestu leyti, það var eitthvað viðskiptara með Íslandin, það var svona lítið. Og við sendum niðursöðuvörur og fengum olíu. Já, ég man því þegar ég var krakki þá var ríkisstjórnin að semja við Rússa viðskipta. Töluvert af sjávarafurðum. Og þetta var töluvert mikið mál á þessum tíma. Við vorum að fá, þetta voru vöruskipti. Þetta var töluvert mikið mál fyrir ríkisstjórnin að semja þetta var gert reglulega. En sko, munurinn á Sovétríkjunum og Kína, þannig að Kína byggir allt á, galopið, er útflutningsdrifið, það byggir á svakalega mikilli sérhæfingu og stærðarhagkvæmni og það er engin sameiginlegur markaður í Asíu eins og í Evrópu, ekkert svona eins og í Evrópusambandinu, það sem að bara heilt stofnun sem fjallar sameiginlega markað og skipulögstu regluverk og það er ekki svolítið ekki til í Asíu, en þar er þetta meira sameiginlega markaður fyrirtækjadrifin. Það er þess að fyrirtækin sérhæfa þessu ábúðslega, framleiða svakalegt magn og ná mikilli sérhæfingu og þess að hagkvæmni og þessi hagkerfi eru öll útflutningsdrifin. Og svo í Kína svona miðstöð þar sem að hlutir eru settir saman og svona heldur utan þetta allt. Og eitt vandinn í Asíu sá að lönd eins og Japan og Suður Kórea og svo Ástralía sem reyndar ekki Asíu en samt þarna nálæðinni við þetta. Efnahagslega mjög háð Kína. Já, eins og Vietnam og alltaf. Þau eru mjög háð utanríkisviðskiptum Kína og þurfa utanríkisviðskipti við Kína að því Kína byggir á utanríkisviðskiptum. Þeir byggja ekki eins og Suður Ameríka var meira svona að hugsunin var svo að framleiða vera sjálf sér nóg og það var sama með Afríku. En að meina Asía var svona það sem að kalla export optimism, það er að segja mikil útflutningur og hérna þess vegna ef þú ætlar að skrúa niður Kína þá ert að skrúa niður Vesturlöndum leið og það skrúa niður Bandaríkin. Þetta veldur til dæmis að þú nefndir Ástralíu, þetta veldur mikill í svona erfiðleikum í Ástralíu, þetta með að því að viðskiptahagsmunir eru svo gríðarlegir við Kína en þau skilgreina öryggishagsmunir sína með Bandaríkjunum og eru í svona mjög undarlegri klemmu. Það er mjög gaman að hlusta á Ástrala að tala öryggismál út af þessu. Já, þeir voru lengi að velta fyrir sig hvoru megin eigum við að vera? Eigum við að vera Kína megin? Eða eigum við að vera Bandaríkjamegin og þá var líka mikið spurning geta Bandaríkjamegin raunverulega varið okkur geta þeir það, vilja þeir það munu þeir gera það og þá sjá þeir svakalega mikla vöxt Kína og svo sjá þeir að Bandaríkin hefur að reyna að færa sig frá Evrópu
yfir í Asíu en geta það núna miklu síður vegna þess að það er alltaf suðupunkt í Þeir Evrópu. eru bundnir í báða skóla, bæði í Miðausturlöndum og Evrópu. Og svo í Miðausturlöndum líka. Þannig að hvað geta þið gert en á móti kemur að Kína er búin að taka markaðshagkerfi en er einræðisríki og mannréttindi eru ekki á vestræna mælikvarða, þannig að þá eru þeir langt frá Ástralíunum en hagkerfið þeirra, þá eru þeir með markaðshagkerfi, menningarlega séður eru Ástralar miklu nær Bretland og Bandaríkjum, þess vegna endaði með því að Ástralar mynduðu bandalag með Bretum og Bandaríkjum sem heitir AUKUS. Sem er svona dæmum að þegar á reynir þá er það öryggishagsmunirnir sem að ráða stefnunni. Já, og þá fengu þeir kjarnorkuknúna kafbáta í staðinn og ég held að Bandaríkjamenn hafi, ég veit ekki með grunar að þeir var bara sagt við þeim, sko, ef að við lendum í því að Kína verður ofan á öryggissamkeppninni við Bandaríkin í Asíu, að þá eru þessi kjarnorkukafbátar sem þeir eru með sem eru kjarnorkuknúna. En er þetta ekki gott dæmi í Ástralía það þegar á reynir að þá eru það öryggishagsmunirnir sem að ráða ákvörðununum? Ef þú myndir skoða Ástralíu og tengsles við Kína út frá efnahagslegu sjónarmiði, að þá myndir segja að það er bara no-brainer að þið eigið að byggja upp samskipti við Kína. Því það er bara ykkar stærsta viðskiptaland. Jú, og svona það spurningi, það er ekkert útilokað fyrir Ástralíu að fara í öryggissamstarf við Kína, þú sér það er ekki að fara að gerast til marildi. Það er ekki að fara að gerast. Það er svo ótrúlegur ótti við Kína í Ástralíu. En það voru ákveðnir aðilar sem töldu að það væri mjög hættulegt fyrir Ástralíu til lengdar að treysta á Bandaríkin. Og það væri mjög hættulegt. En það er gríðalegur ótti í Ástralíu við Kína. Já, alveg klárlega. Og það er bara pólitíkin að gengur út á það að magna upp óttan við Kína. Það er líka alveg svakalegur ótti við Kína í Bandaríkjunum. Og bara í allir Asíu og Bandaríkin að mynda svo kallar Balancing Coalition sem er svona, skiluru, bandalaríkja gegn Kína og þá ertu með Bandaríkin náttúrulega eitt, út með Ástralíu þeim pakka, en svo ertu með Asíulönd eins og Japan, Suður-Kóreu, Tævan og Singapúr og Filippseyjar núna. Filippseyjar er að fara nýlega verið sjóherrsæfingum með þessum löndum. Þeir vilja alveg mjög fá Víetnamin í þetta pakka. Og þeir mjög ekki gera það. Víetnamarnir eru mjög tvístígandi og vilja ekki, eins og við höfum talað áður, þeir eru með stefnu sem myndi fara að bera högg við það, en þeir hins vegar, þeir spila á stórveldin, þú sér það sko, þegar G20 fundum í Indlandi í september í fyrra, þá fer Biden heldur hann blaðamannafundin, hann var í Indlandi þessi fundur, G20 fundur, þá heldur hann blaðamannafundin um hennar fund í Hanoi. Þetta er í september og í desember er Xi Jinping komin báðir náttúrulega aðilar með peningafiski með sér og bjóða alls konar hluti og Víetnam myndi spila á það, þeir vita þeir vilja að hafa þessi með sér liði og þeir láta að borga en þeir fá ekki neitt í staðinn. Svo er löndið eins og Thailand sem er land með 80-90 miljónir manna, það er öflugt land, það eru löndið eins og Indonesia, Malasía, öll þessi lönd verði í þeirri stöðu að Kína og Bandaríkin keppa að fá þeir lið með sér. Og sérstaklega Bandaríkin að reyna að mynda þessa Balancing Coalition og ég held að þeir sjáu fyrir sér Víetnam, Kínverjar að tæla þessi Myanmar til dæmis sem er rættum svæði, það er mjög undir áhrifum Kína, Kambódía er undir áhrifum Kína, Laos er undir áhrifum Kína og svo er Pakistan undir áhrifum Kína, Indland er út allt. Já, passa sig á því að gera Kína hvorki af óvinni sínur nýja vini. Nei, þeir eru í BRICS með Kína. Þeir mæta á G7 fundi eða með boðið þar með Bandaríkjunum og þeir eru í bullandi viðskiptum með Rússa þannig að þeir eru að bara nýta þeir eru kallað none-alike, þeir segjast að við tökum ekki afstöðu, við reynum bara að græða á öllu sem hægt er að græða á og Víetnam er svolítið að taka þessa stefnu líka, spurningi hvort þetta verður hægt. Ég heyri svona á ungum Víetnamum í dag, sko, þess að maður tala um unga Víetnama að þeir svolítið eru þeirri stöðu að Víetnam eigi að taka afstöðu með Bandaríkjunum og gegn Kína. Eldri Víetnamar eru mjög heikandi sem mjög finnst þeirra skynsamlegt og Víetnamar sem búi í Evrópu, margt hámennta fólk sem maður hefur kynst frá Víetnam, bara sem dæmi, að þeir eru svolítið eins og Evrópubúar, sko, steitan hefanum alltaf sigra, sko. Það tekur 70 ára að gleyma stríðið, þannig að það er kannski 2040 sem að Víetnamar munum búa til bandalag með Bandaríkjunum. Já, þeir eru undir mikilli pressu
en þeir hafa ekki vilja að hafa erlendan her, þeir bjóða samt herskipum að koma frá Bandaríkjunum. Til dæmis að þeir eru alveg tilbúinir í það að Suðurkynna hafi, ef það eru umdeild svæði sem einhverjar eyjar eða einhver svona landsvæði sem eru að deila við Kínverja, þá eru þeir alveg til í að semja við Bandaríkjana að þeir koma með herskip að sigla inn á þetta svæði og þeir fylgjast með þessu. En þeir vilja ekki vera með neina flota höfn með fasta. Nei. Hilmar, ég ætla að taka þig núna, þú er búin að skýra heiminn og átökina milli Kína og Bandaríkjana. Hver er eðlileg stefna Íslands í þessum heimi? Eigum við bara að vera í liði með Bandaríkjunum og Pentagon? Sko við erum... Eða hefur við möguleika á því að ég ætla ekki að vera... Ég veit ekki hver stefna Ólafs Ragnar Grímssonar er í heiminum eins og hann er í dag, en ef við vísum til þess hvernig hann talaði hérna fyrir 25 árum eða svo, að þá var það í þeim anda við ættum að vera góðir vinir allra. Sagði Ólafur Ragnar? Já, svona hann var með þetta að byggja upp samskiptin. Hann er realisti, það er bara alveg, ég er alveg sammála á honum í því, hann er realisti. Hann er ekki með þessar neoliberal kenningar, hann er realisti. Já, er það raunhæft að við getum haft þá stefnu í þessum breytta heimi? Að við getum sagt hérna litla Ísland að við ætlum bara að vera vinir allra? Já, sko við erum náttúrulega, við erum vestrænt ríki, við erum með vestrænt efnahagshagkerfi, við erum með vestrænar stofnanir, allt er þetta ófullkomið, en þetta er allt vestrænt. Við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland þetta líka. Við erum í NATO, við erum varðsamt Bandaríkin. Sko þetta skipulag sem við erum með gerir okkur ekki óvinnum Kínverja. Og Rússar heldur ekki að segja okkur að fara út úr þessu. Nei. Það er ekki stórveld að segja við ykkur, þið megið ekki vera með varnarsamning Bandaríki, þið megið ekki vera í NATO. Og meira þess að þegar Íslendingar vilja ekki vera í Belt and Road af því að Trump sendi varaforsetann hingað til að segja okkur að vera ekki í því, þá vita Kínverjar alveg að því að þetta er ekki... Áttu fund á Keflavíkurflugvelli meðal annars með Katrínu Jakobsdóttur. Þetta er ekki okkur að kenna, þetta er vegna þess að við erum í ákveðnu samstarfi og það kallar á ákveðna skuldbindingar og þeir skilja þetta alveg, þeir eru ekki til þess, þeir skilja vitalega að við erum í þessu klemmu og þeir vita og það taka alveg tillit til þess. En ég meina, ég held að við séum í þessu vestræna samstarfi, við erum að vera í því en við hefum samt að reyna að vera með vinsamlega samskipti við þessu önnur lönd og þegar einhvern tíma maður munum mál þróast í betri vegar vonandi í Rússlandi og þá getum við farið að taka upp eðlilegri samskipti við Rússland en ég myndi ekki segja, en hins vegar ef að það verið farið í það að segja með til NATO þið verið helst að fara í 4% og eyða 160 milljörðum ári með að við nú er gildandi verðlag á ári til hernar, þið verið að vera tilbúin að senda heri til Evrópu til að verja ykkur ríki þar og svo ef nú er NATO farið að færa sinni í Asíu sko, þeir eru konum við skrifstofu í Tókjó og þeir eru farið að bjóða Suður-Kóreu og Japan að NATO-fundi og þetta hefur verið gert á þess að breyta NATO stoppsáttmála NATO gengur út á það að verja Norður-Ameríku og Evrópu. Hann snýst ekkert aðra heimsluta og það sé verið ráðast Norður-Ameríku og Evrópu ef útfarin að Svona er þetta bara. NATO er armur sem að Bandaríkin hafa til þess að reka eins og það kallast bara heimsvaldastefnu sína. Ef að NATO fer í það að það fer að fækka sig út til Asíu að þá þarf að taka, sko ef við þurfum að hafa auka útgjöld til varnarmála þá er eins og forsetinn sagði eða ekki, eitthvað á þá leið að við þurfum þá að hafa umræðu með þjóðfélaginu og lýðræðislega umræðu, það sem er málfrelsi og eitt af því sem er í Íslandi, það hefur ekki verið kannski svo mikið málfrelsi að því að það er ríkisfjölmiðill sem að stýrir umræðin svolítið. Við höfum ekki eins og geta rætt Úkraínustríðið í friði, sko. Nei, því að þeir sem að eru ekki bara á línu NATO og Pentagon eru bara... Já, það sem hefur gert að það verið með samfélagsmiðla og svo erum við stöðum svo þessa sem að opnar fyrir alls konar umræðu og það eru fleiri stöðvar sem eru á miklu breiðari umræðu sem að skemma fyrir sem verða ægilega sárir yfir þessu eins og RÚV og stjórnvöld kannski sem vilja hafa svona umræðinni bara eina línu. Já, menn séu bara með réttas skoðanir og skynsamlega skoðanir út frá þeirra sjónarhorni og þá á umræðin að fara fram á svona þröngu sviði, það má ekki fara út fyrir þrönga sviðið. Þú mátt ekki koma með hvaða sjónarhorn sem er. Það verður að vera svona innan einhverja marka og þú býður alltaf sömu aðlandur að tala og þeir eru eiginlega allir sammála 90%, svo er deilt þessi 10%. En allavega við erum með það, en við þurfum að eiga umræðum þetta
En ég held að við ættum ekki að vera ekki rétt á okkur að fara að yfirgefa vestræn ríki og fara að mynda barnabandalag með Kínverjum eða Rússum. Góðu vinur allra ekki það að vera góðu vinur Kína en andstæðingur Evrópu. Ég meina, tillagan svo að vera góðu vinur, góðu nágranni hér á Vesturlöndum en halda uppi ekki vera að pota priki í augun á öðrum björnum. Já, og þess vegna, eins og ég segi, þau með Eystrasaltsríkin, en ég finnst svolítið þau vera í þessu potstefnu, Þau hafa ekki mikla reynslu af utanríkismálum og þau eru svolítið í þessari potstefnu og ganga of langt. Og þau skilgreina hagsmuni sína að það verður að herða þessi átök. Það góður kostur fyrir Eystrasaltsríkin að það Úkraínustríðið stigmagnist. Í vonum það að vesturveldin ráðist á Rússland og hafi sigurðar þannig að Rússland verði veikt næstu áratugina, helst aldirnar. Ég býst við að harðlínumenn í Eystrasaltslöndunum tala bara einhvern veginn svona. Þeir eru eiga mjög erfið að sögu, en það það sem að þau útkomið svona stórt varnarbandalag sem NATO 32 lönd, þá ertu bara að koma með ólíka hópa sem hafa ólíka hagsmuni. Það eins með Evrópusambandið. Það mun reyna á NATO. Lönd fyrir norðurinn hafa aðra hagsmunir, löndin í suðri og svo allavega það alls konar ólíkir hagsmunir. Svo eru ákveðin lönd sem skera sig úr eins og til dæmis hluti Vísegrænlandan eins og þú nefndir Ungverjaland. NATO er svolítið orðið þannig að sumt sem NATO að gera myndi ekki þjóna okkar hagsmunum beinlínis. Það er of mikil hernaðarhyggja fyrir okkur, því að fyrir lítið land sem vopnlaust þá friðurinn lykilatriði. En má þá ekki búast við því að innan NATO verði einhvers svona átök eða ólíkar áherslur, því að eins og staðan hefur verið núna allavega undanfarin 2 og jafnvel undanfarin 10 ár, þá hefur eiginlega stefna NATO verið út frá öryggishagsmunum Eystrasaltsríkjanna og Póllands sem að finna fyrir þessari miklu ógn frá Rússlandi og svo Bandaríkjanna. En kannski okkar heimsluti, norð-vestur Evrópa, að stefnan hefur ekki verið rekin til þess að auka öryggi okkar. Nei, þú sér líka það að löndin sem eru fjær Rússlandi, það er alveg algjörlega á hreinu, þau eyða minna í varnarmál. Heldur löndin sem eru að eyða 2% eða meira, eiginlega öll eru onni í Rússlandi og Úkraínu. Löndin sem eru fjær hafa öðruvísi hagsmuni og vilja eyða minna og vilja eyða peninguna sínum í aðra hluti, innviði, eitthvað svona uppbyggingu. Þannig að það eru ólíkir hagsmunir hérna inni og það skapar ákveðin vanda og svo þú ætlar að fara að taka landið eins og Úkraínu inn í NATO að þá eins og það er búið að leiða til styrjaldar. Og þegar maður er að tala við vestræn lönd þá segja þau segja bara klukkan byrjaði annarkvort í febrúar 2022 eða febrúar 2014 þegar Krímskeiðan var tekin. Þau vilja ekki taka það sem gerist í apríl 2008 að þeir átt að stækka. Sama umræðan Gaza að sumir vilja halda átökin í Palestínu hafi byrjað í októbersýslunum. Já, 7. október, það er alveg rétt. Klukkan byrjaði þar. Og þá færir náttúrulega kolvitlausar niðurstöðu. Því sagan nær miklu lengra en þetta og þetta er ákveðið ágefni, svonleika þessi stigmögnun og þessi spurningum að við séum að taka þátt í hernaði, við verðum einhvers konar skotmark og þegar við erum að tala um að Rússa færi að hefna sín á löndum með einhverjum svona spellvirkjum sem gæti alveg gerst. Ég meina við erum, ef einhvern land er að senda vopn til að segja, ok, þú ekki færði þessi eldflög, þú mátt skjóta inn í Moskvu þess vegna. Það verður öryggishagsmunir Rússa að sýna það að þeir sem eru að senda vopn á vígvöllin, að þeir þurfa að borga einhvern veginn fyrir það. Já, hvað myndum við gera? Ég meina þannig að til dæmis eru hryðjuverk framinn. Það er ef að þú ert í stríði á mínum heimavelli, þá kem ég með stríði heim til þín. Það er bara, þannig gerist það Já, við sjáum að þetta er þegar farið að gerast í kringum Eystrasaltið og það sem að gæti orðið átakasvæði sem er nær okkur, það eru norðurslóðir. Þegar auðlindir fara að verða aðgengilegar og það er ekkert samkomulag það hver á hvaða rétt eiga Bandaríkin út af Alaska, hvaða rétt eiga Kanada, hvaða rétt á Rússland og það eru þarna svæði sem er deilt og það er ekki komin engin endanlega niðurstaða hver á hvað og hver má nýta hvað.
og þetta eru miklar auðlindir, þetta eru einhverja triljónir sem sagt, risatölur sem eru nefndar og Rússar eru búin að undirbúa sig undir þetta og eru búin að vera undirbúa sig undir lengi og draga Kína inn af því að þeir sjá að þeir geti þetta ekki einir, þeir vantar peninga og þeir vantar alls konar hluti frá þeim og draga þá inn í þetta líka. Þarna getur orðið átök í framtíðinu, það er ekki orðið ennþá en þarna getur orðið verulega mikil átök og þess vegna það er ein rökin fyrir því að mér finnst að við þurfum að fara svolítið varlega í samskiptum við Rússa þráttur í stríði, þess að við höfum mikla hagsmuni, við þurfum að hugsa okkar hagsmuni líka. Það kemur árið 2030 og svo 2040 og 2050 og þá getur vel verið að við höfum mikla hagsmuni á því að eiga góð samskipti við Rússa. Það er ekki hægt að blindast alveg af atburðum dagsins. Nei, því ef við erum að skoða bara undanfarna áratugi alveg frá þá höfum við lengst af ekki varðandi Sovétríkin og Rússland ekki verið í einu sérstökum deilum. Við náttúrulega komum þegar 2014 þá fara í gangi eitthvað viðskiptabönn og alls konar hlutir sem koma í framhaldi af Krímskaganum. En ég meina það er alveg rétt. Þessi 2008 fram að þeim tíma þá hafði til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn verið í svona flokkabandalagi inn í Evrópuráðinu með Sameinuðu Rússlandi Pútins. En það eftir 2008 þá hætti það. Já sko, alveg í apríl 2008 þá mætti Pútin, Búkarestfundurinn 2008, hann var þar. Hann satt í borðs við hliðina á George W. Bush. Þau eru með minnismerki út á Hagatorgi. Já. Heitir ekki Hagatorg sem er fyrir utan Hótel Sögu? Þú kunnur að Reykjavík en ég, örugglega rétt í þar. Ég man nú bara ekki út þessi Hagatorg eða Meltorg. En hvað þar er allavega minnisverði vináttu NATO og Rússlands. Það er eldur sem Hulda Hákon bjóð listaverk til. Já. Eldur úr kopar, eldstungur. Ein af eldstungunum táknar Rússland og þetta var gott bandalag NATO og Rússlands. Þegar ég var að sækja NATO-fundi fyrir 25 árum, þá voru Rússar fulltrúar Rússar, það var Partnership of Peace. Þá voru Rússar þar og þá voru Sovétríkin nýfallin og þá voru Rússland þar, utanríkisráðherra Rússlands og Sovétlýðveldin voru þarna mörg undir Partnership of Peace reglíf og þá sem sagt var það allt í lagi og sem minnst að það var ekki bara þetta heldur G7 var bara breytt í G8 til þess að Pútin geti verið þar til þess að hann geti setið við hringborðið líka þó að hann væri ekki með stærð hagkerfi sem réttlætti að hann væri þarna. Kínverjar hefði frekar átt að vera það, þeir eru miklu stærra hagkerfi en þetta var gert að því að Pútin tótti góðu pappír þá. Og þetta er til áminningar að vinir geta orðið óvinir. Það getur líka farið í hináttina að óvinir geta orðið vinir. Já, og í ágúst 2008 þegar Pútin gerir innrás í Georgíu þá hann allt í norðin ljótur kall og þá þarf að snúa öllu við og þannig að Já, hann þótti, hann fyrstu 8 árin sem forseti þótti hann vera vinur Vesturlanda. Það er engin vafa því. Þeir hefði ekkert boðið honum einhver heiðursæti og hann var að flytja ræðu í Búkarest 2008 á NATO-fundi eftir myndir af það sem hann er svona einhver heiðursgestur. Svo snýst þetta við og auðvitað svo náttúrulega núna er þetta orðið þannig að hann er óvinnur en hann einhver tíman lætur hann að störfu með eigin vilja eða með einhverjum ástæðum mun hann hætta. Ég meina, við erum alltaf mannlega, einhvern tímann fellur hann frá eða eitthvað, það þarf að verða breytingar og við þurfum líka að vera undirbúið það, við þurfum að búa eins og kannski við þurfum að búa í heiminum til lengri tíma, við erum lengri en til 5 ára eða eitthvað eða 10 ára. Já, þetta er lengra heldur en kjörtímabil sem er því miður það sem er kannski í hausnum á þeim sem er að stjórna löndunum, að þau hugsa ekki lengra heldur eitt kjörtímabil. Já, náttúrulega í lýðræðisríkjum þá eru menn að hugsa menn í kjörtímabilum. Það er bara og þegar það eru veika ríkisstjórnir eins og við erum með núna þá eru menn bara að hugsa hvort þeir lifi kastljóskvöldsins þannig það er ekki einu sinni kjörtímabilið. Hilmar Þór, gaman að fá þig þegar þú kemur í bæinn. Við ætlum að reyna að þróa hér einhverja meiri umræðu alþjóðastjórnmál, vonandi kemur eitthvað út úr því en takk kærlega fyrir komuna og vonandi kemstu aftur norður, það er brjála veður þar vetur á Íslandi í byrjun júní. Þannig það. Ég veð þá bara að vera í svartólunni þetta fyrir sunnan en ég kemst ekki lengur áður. Þá setur þú bara getur dundaðir við rauðabröð. Já, það er ekki lélegt. Kærar þakkir. Takk fyrir þetta. Ég ætla eins og að yfirgefa rauðabröði núna og Björn Þorláks kemur og mun sjá það sem eftir lifir þáttarins í kvöld. Takk fyrir mig.
Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.